Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við framkvæmum tölfræðilegar kannanir. Við þurfum að skilgreina hvað við ætlum að rannsaka. Við þurfum að velta því fyrir okkur nákvæmlega hvað við ætlum að rannsaka. Ef ég ætlaði að rannsaka fugla, þá þarf ég að vita hvaða fugla, hvað það er í tengslum við þennan fugl sem ég ætla að rannsaka og hvernig ég ætla að gera það. Eða ef mér langar að rannsaka bíóáhuga fólks, þá ætla ég að rannsaka hve oft fólk fer í bíó, hvaða bíómyndir það sér. Ég þarf að vita nákvæmlega hvað ég ætla að rannsaka. Síðan þarf ég að finna leið til þess að afla gagna. Ef ég ætla að gera eitthvað sem út í náttúrunni, þá þarf ég að fara þangað og fylgjast með. Ef ég ætla að spyrja fólk, ætla ég að spyrja að senda út tölvupóst, búa til könnun á einhverri netsíðu, ætla ég að fara í Kringluna og spyrja fólk. Nú, ef ég ætla að fara í spyrja bíó, þá geti ég kannski prófað að standa fyrir utan bíóið og spyrja fólk sem fer í bíó. En ég þarf að passa líka að hópurinn sem ég er að spyrja, hann sé fjölbreyttur. Til dæmis ef ég fer í bíó og stend fyrir utan einhver ákveðna mynd sem að einhver einn aldurshópur er líklegri til þess að sjá en aðrir, þá kannski fæ ég ekki mjög rétt gögn. Það þarf að passa það. En þegar ég er búinn að safna gögn, á meðan ég safna gögnum, þá þarf ég að passa að skrá þau samviskusamlega niður, þannig að það sé auðvelt að vinna úr þeim. Síðan þarf að vinna skipulega úr þessu, búa til tíðnitöflur, telja þetta, setja þetta upp þannig að þetta sé skiljanlegt og sýna niðurstöðuna með myndritum. Við notum til dæmis svona súlurit ef við erum að sýna fjölda á einhverjum mismunandi hlutum, passa að merkja þá ásana, hvað er þetta, hvað er þetta. Við notum skífurit ef við erum með, oft þegar við erum með prósent, og svo er þetta að nota fleiri myndrit en þetta eru svona algengustu myndritin. Og síðan þarf að setja þetta skipulega upp þannig að það sjá allir mjög skýrt hvað það er sem við vorum að rannsaka og hverjar niðurstöðunar eru. Við þurfum að merkja til dæmis hvað er þetta myndrit að sýna. Og eftir því sem við gerum þetta skipulegar og snyrtilegar, þá er auðveldara að lesa úr þessu.